Já, nú aldeilis komið góður gestur hér í eldhús allra landsmanna, en það hlöð allra landsmanna. Vinsælasti þáttagerðarmaður á Íslandi. Þakka þér fyrir. Hvorki meira en minna. Já. Hvað, af hverju ertu svona vinsæll? Ég er bara svona helvíti hress, skemmtilegur. Hressi kallinn. Heyrðu, þú ert nú ekki hérna að fara að vera með einhvern útvarpsþátt? Nei, við ætlum að henda í sósu fyrir þig. Já. Og hvað heitir þessi sósa? Sko, ég er mikill sósumeistari. Við veit ekki alveg hvort að nafni hendi sko almenningi, en fyrir mig köllum við þetta svona í þröngum hópi hvítafíflið. Hvítafíflið er Oddbjörg? Hvítafíflið er Oddbjörg, sko. Þetta er Og hún er kona þín? Já. Þannig að við köllum hana það bara í dag, svo við kanni að því að þetta er mér finnst mjög gott að borða, ég veit ekki hvort þú sjáir það. Nei. En ég er mjög hrifinn af svona einfaldleika í matargerð. Ég nenni ekki svona drasli í matinn minn, þetta er bara óvelkomið. Þannig að við reynum að hafa þetta svona simpult, einfalt, og hvítafíflið er mjög einföld og þetta byrjaði svona sem sósa í bakaða kartöflur. Ofsalega gott að setja smá smjör í bakaða kartöflu og svo þetta yfir. Og svo fór hún að flæða aðeins inn á matinn minn, þannig að það var svo svakalega gott að þá gerði maður bara stærri skammt og í dag er til dæmis, ég ger ekki humar á hans að vera með þessa sósu. Og sérstaklega á sumrin ger ég ekkert nema bara hvítafíflið, það bara flæðir yfir matinn hjá mér. Eigum við að kíkja á það? Já, ég er mjög spenntur að sjá hvítafíflið. Stundum kallaði sig ekki majónes, ég veit ekki af hverju. Þannig að það er mjög gott að taka majó og ekki spara majónið. Við ætlum bara að gera lítinn skammt núna, ég ætla ekki að gera skammt eins og ég geri heima á mér. Þannig að hérna eru 2 matskeiðar af Gunnars majónesi. Nú er komið alls konar majónes, ég er alinn upp af Gunnars majónes. Sýrður rjómi 10%, tökum 2 matskeiðar svona, þéttar. Er þetta ekki eitthvað prósenta á rjómanum? Það er 10%, 10% sýrður. Bara blái, þetta er svona sem að almenningur notar. Við erum ekkert fagmenn hérna. Hrærum þessu aðeins saman. Síðan þurfum við að fá í þetta hvítlauk, því að uppistaðan er hvítlaukur. Hérna er með svona, ekki kínverskur hvítlaukur og hérna er svona hvítlauksrif. Ég er hrifnar af þessum. Sem kínverska? Sem kínverska. Ég veit ekki af hverju, tekur svona ekki alveg heilan. Og við skulum bara dúndur honum hérna yfir. Það er fína rifjót hérna frá Bak og Ísberg. Flott þessi skál líka. Hvaðan er hún, Bjarni? Hún er frá Stíllæt. Þetta er Stíllæt? Já, það var eitthvað við hana. Já, svo setjum við svona lufsu af þessu út í. Maður getur eiginlega aldrei sett of mikið af hvítlauk. Hrærum þetta saman hérna. Síðan er mjög gott. Nú er komið majó, sýrður og hvítlaukurinn. Ég hetum smá sykur í þetta er svona... Komið sæl! Já, þetta er kannski svona... Eða mátt setja örlítið minna, en það er allt í lagi. Og svo ætlum við að gera þetta aðeins fest. Það gerum við með því að taka læm. Kreista fest læm út í. Og ekkert að spara það heldur. Spörum ekkert í þetta. Sérðu, nú er komin þessi fína hræra hérna. Þessar skála komið fleiri stærðum eða ekki? Jú. Gott að vita svona þegar ég gerir minnskamt. Og svo er fólk sem að það er stanslaust að vera að skreyta matinn sinn og setur svona steinseljudrasl út í matinn. Það er bara eitur í mínum augum, en sumir fíla það og geta sett það. Núna erum við komið með þennan fína grunn, klukkutími í ísskáp og þetta er klárt. Ég er ekkert að flækja hlutina, Bjarni. Og þetta er aðal sósan í Norður-Kópavogi. Hættu, smaka þetta. Já. Þetta er gott. Þetta er gott. Klukkutími í ísskáp að taka sig og þú verður aðal kallinn í grillboðinu hjá þér.